Halló. Jæja. Þá er þetta alltaf að byrja. Einmitt. Þegar við erum hérna komnir saman tveir, Baldur Ingi Jónasson og Níls Jörgen Þórisson, og við ætlum að lýsa þessum leik í kvöld. Og við ætlum nú bara að byrja því að þetta er sem leikur Vestra gegn Fjölni. Við ætlum að byrja að fara yfir liðskipan. Númer 2 hjá Vestra er Ingimar Aron Baldursson, númer 4 Hilmir Hallgrímsson, númer 5 Helgi Snær Bergsteinsson, númer 6 Gunnlaugur Gunnlaugsson, 7 Egill Fjölnisson, 8 Haukur Hreinsson, 9 Nebosa Knesevits, 11 Rúnar Ingi Guðmundsson, 12 Hugi Hallgrímsson, 13 Guðmundur Auðun Gunnarsson, 14 Andrei Hughes og 15 Nemanna Knesevits, og þjálfari er Yngvi Páll Gunnlaugsson. Kynna lið Fjölnis þá? Já. Lið Fjölnis er þannig skipað: númer 7 Rafn Kristján Kristjánsson, 8 Davíð Guðmundsson, 10 Anton Alonso Greiti, 11 Róbert Sigurðsson, 13 Hreiðar Bjarki Vilhjálmsson, 14 Egill Agnar Októsson, 16 Vilhjálmur Theodor Jónsson, 23 Andrés Kristleifsson, 24 Srdjan Stojanovic, 33 Alexander Þór Hafþórsson og 91 Hlynur Logi Ingólfsson, og þjálfari hjá Fjölni er Falur Harðarsson, hans annað tímabil með liðið, það ég held. Þú ert duglegur. Þú kannt að lesa, Baldur. Ég er hérna svona rétt komin yfir 70 ára á mínútu. Já, þetta gekk vel í þér. Þakkaði fyrir. Þetta gæti orðið spennandi leikur. Ég er nokkuð viss um það. Þetta verður hörkuleikur. Hörkuleikur. Fjölni er spáð, held ég, öðru sæti samkvæmt spá sérfræðinga. Og Vestra er spáð 5. sæti. Þannig að þetta verður mjög spennandi leikur, held ég. Get alveg trúa því. Fjölnir, þeir töpuðu fyrsta leiknum, var það ekki nefnt? Jú, töpuðu fyrir Þór, sem er með spáð 3. sætinu, Þór Akureyri, þannig að það kemur ekkert endilega á óvart, en það var þetta mjög spennandi leikur. Töpuðu bara með 6 stigum, reyndar á heimavelli, en það er svona. En þá fer þetta bara alltaf hefjast. Og Fjölnis menn á boltanum. Og Vestramenn byrja í 2-3 svæði, byrja bara í því sem gekk bara ljómandi vel í síðasta leik á móti Snæfelli. Það má ekki skilja þennan eftir opinn, held ég. Það hefði mátt stíga betur út að þetta kom. Lánaðist þarna. Leita inn í. Það sjálfsögðu leitaðir inn í á Nemanja. Ríkarlega öflugur hann undir. Það er erfitt að eiga við hann, og það er náttúrulega gott ef þið geta komið Antoni í villuvandræði snemma. Já, akkurat. Þeir fá hérna 2 fljóta villur á sig. Já. Það er bara, hann er góða fyrir Vestra, minnst að kosti. Við erum með mjög hávaxið byrjunarlið. Ég held að það sé vel yfir 1,90 meðalhæðin. Það er ekki fyrsta skoti. Hann hafði tiltölulega hægt sig í síðasta leik, hann Andrei. Já. En skoraði ekki mikið, en hann var mjög hár í pluss mínus framlagi. Það var með þeim hæstu. Þetta var ekki gott. Þetta var ekki gott. Það er að stíga mennina út þarna undir. Það var vel gert hjá Theodor. Já. Það náði sér innri stöðu þarna. Aftur var þeir inn í. Þeir verða doppeltíman, sko, held ég. Eins og sést. Já, þetta var vel gert.
Ótrúlega sigur í þessu. Kann að nota skrokkinn. Já. Býr til gott pláss. Það var... Og Fjölnismenn fá boltan. Ég er nú ekki viss að þetta hafi alveg verið rétt. Nei, það er... Sýndist... En svona er þetta. Já, þeir halda áfram í stæðisvörninni. Já. Já, ég held að þetta hafi verið rétt. Þetta var rétt dómar, þetta er þetta. Smá kontakt þarna. Já, hann Huga. Og hann hérna... Anton fær 2 víti. Klikkar á fyrra vitinu. Það setna hún í. Það er nú bara að setja upp skynsamlega sókn hérna og láta boltan rúlla aðeins fyrir ykkur. Þetta var vel gert. Það minna ekki miklu hana, hann hefði náða að svífa og taka frákastið. En missa boltan Fjölnismenn. Hraðablöp hjá Vestra. Komur inn í. Já, þetta er sterk hreyfing þarna hjá honum. Vel gert. Sterk hreyfing hjá Andrei. Ég held að varnarmaðurinn hafi nú búist í hjálpinni þarna en hann fekk hann ekki. Og þetta var vel lest hjá Fjölni. Vel gert hjá Fjölni. Það er svona sem að maður brýtur upp svæðisvarnir. Það snýst að hlaupin í auðnar og reyfa boltan. Nákvæmlega. Já, gott skot. Frábært þristur hérna hjá Nebosja. Og staðan 7-5. Þetta fer ágætlega stað. Hann er alltaf bara galopinn á undir. Allt og auðvelt þarna undir. Við þurfum aðeins að passa þetta. Það Vestramönnum allavega. Sko, þú sér það núna. Nú byrjar strax. Þeir verða að gera það. Það er bara þannig. En bara ókosturinn við það er nefnilega að sá að hann er manni er nefnilega nokkuð góður að senda boltan þegar hann er doppeltíma. Hann finnur eiginlega mannin á veiku hliðinni. Hann er góður að sendingu yfir. Þeir eru konum eftir 3 liðsvillur núna, þannig að þeir þurfa að passa sig. Já, og gott frákast þarna. Gott sóknar frákast. Já, kom hann inn. Sér það? Já, nú er hann einn. Já, þetta var vel sókn, vel útfært bara nokkuð. Já, sóknar frákast. Áfram, já. Ekki dæmt. Það er greinilega bara slegið boltan. Á fótur. Yngvi ósáttur við þetta. Já, greinilega. Mjög ósáttur. Það er yngast þeir stilla upp. Einhverju kerfi á móti svæðisvöndinni. Já, það er sennilega ekki 14 sekúndur. Nei, þeir voru náttúrulega bara rétt komnir að staði í hraðablöp. Já. Þetta er náttúrulega 20 sekúndur eitthvað sluðis. Gæti ég trúa. Við klikum alveg á bleiku bólunum, Baldur. Já, þetta er náttúrulega alveg. Þetta er skandall. Þeir eru til fyrirmynda Fjölnismenn hérna hliðalínni. Algjörlega. Það var bara... Það var gott skot, tiltölulega einfalt og galopið. Já. Já, leita inn í, já. Já, flott, gott skot hjá Andrei. Ég ætla að reyna þarna, ég held að það verið að fara að reyna þarna allir upp en það er svo langur. Já, gott frákast. Já. Og Ingimann með þryggjast er gott, klikkar.
Hann finnur ofna mannin. Já. Þetta er einmitt hættan. Stundum þegar hérna í svæðisvörninni, þegar það keyrt á svæðisvörnina, þá eru menn fundnir hérna út í hornunum. Já. Galofnir. Hann ætlar greinilega að láta finna fyrir sér Andri í dag. Já. Hann byrja vel hjá honum. Já, byrjar að koma með 6 stig. 3 af 4. Minnum mig. Þetta er allt og auðvelt og vel útfært hjá Fjölnis. Já. Þetta er veikur punktur hérna í vörninni, svæðisvörninni. Já, þetta er annað eða þriðja skipti sem þeir finna mann hérna opinn undir. Já. Sko, hann nú mismatch. Þetta er mismatch í allan dag. Þetta er honi. Alveg. Ekki spurning. Þeir keyra á. Sko, þetta er svona drive og dish. Já, þeir eru óöppin þarna. Þetta var fín tilraun. Já, óöppin bara. Þetta er ekki auðvelt skot, þessi flóter skot. Þetta er ekki að færi hver sem er. Það er alveg viðkennast. Já, þetta er. Þú sér það, sko. Þeir eru komið 4 liðsvillur, þannig að næst er bónus. Næst er bónus. Og eru 4,5 mínútur eftir. Það er náttúrulega erfitt fyrir þá að eiga við hann manni hann undir, þannig að það er. Já, þetta er það sem hann gerir svo vel. Hann næri einhvern veginn að fiska slatta af villum í hverjum einasta leik, sko. Næri sér bara í góða stöðu og fær boltan og það gengur. Akkurat. Og hann er svo helviti ásaki orðbæði sterkur. Já. Mjög sterkur líkamlega. Og þetta er örugglega eitthvað, ég meina, Ingu hlýtur núna bara vilja fara inn undir körfuna og bara sanga ennþá fleiri villum. Ég meina, núna geta þeir kannski ekki beitt sér alveg kröftulega, það er bara bónus næst. Já. Þannig að þeir eru að fara aðeins varlegar í, ég segi kannski ekki varlegar en að passa sér alltaf aðeins betur. Þannig að Fjölni, Vilhjálmur, hann er með 9 stig. Hann er að byrja leikinn sterkt. Og þetta er búin að vera tiltölulega auðvelda körfur. Þetta hefur verið körfur undir, bara undir körfunni, sem er leiðu. Já. Og víti. Þeir þurfa vestramenn að þétta aðeins aftar í röðuna þarna í svæðinu. Já, tímalust. Þeir þurfa að finna einhverja lausn varðandi low-postin. Akkurat. Einhverja skiptingar, Gulli kemur inn á. Og Guðmundur Auðun líka. Út að fara Ingimar og Nemanja. Já. Þú þarf að gefa hann smá hvíld. Þeir þurfa kannski það bara að finna Andri inn í núna, prófa að sjá hvernig það kemur út. Já, 5 sekúndur eftir. Já. Gólu, þarna var hann heppinn. Hann hugi, þetta var smá heppni í þessu. Það er bónus. Það er bara 2 skot. Það býtur við. Er þið ekki átt að segja að það er komið bónus? Bónus? Jú. Það fer ekkert fram hjá þessum dómurum hérna. Það ber að taka fram að dómararnir í dag eru Davíð Kristján Hreiðarsson og Helgi Jónsson. Og ég held nú að Davíð sá reyndar af þeim tveimur. Já. Það er eitthvað misverst þarna á töflunni hjá þeim að skrá villurnar. Þetta var einmitt Númer 23 sem fekk villuna, Andrés Kristlefsson. Bjargaði þessari sendingu þarna við huga. Já. Já, Hauði setur fyrir vídeóni. Þrælörgur á línunni. Það er skipting. Það er bróðurinn sem kemur inn á. Hilmir. Gaman að sjá það bræðurna, þeir eru búin að vera að leggja mikið á sig. Já, heldur betur, sko. En það er áfram svæðisvöndin. Já, nú
Já. Þetta er bara allt og auðvelt. Þetta er bara vel gert á Fjölnismönnum. Þetta er líka mjög auðvelt. Glæsileg sending, Ronny Bossa á Hilmir sem klárar þetta vel. Fjölnismenn að leysa þessa svæðisvöld bara mjög vel. Já, já. Þannig að það... Þeir eru að koma boltanum inn á hægpóstinn hérna á einmitt. Og þetta er sko, svona endar þetta bara. Já, opið skot og... Já. Ef að hreyfingin er ekki nógu mikil svæðinu þá endar þetta svona. Það er vel útvært hjá þeim, Fjölnismönnum. Það var nú verið að þröngva skotinu. Já. Þeir keyra á þetta hérna. Sko, þetta er nefnilega hættan stundum í svæðisvöldinni. Já, þetta er sterkt frákast þarna. Ekki mikið flæði í leik Vestramanna akkurat núna. Nú voru menn eitthvað aðeins að flýta sér. Já, báða bóða. Það virðist virka ágætlega og... Fjölnismenn eru bara að hitta betur núna. Já. Komni 5 stigum yfir. Þeir hitta á svona smá rönn. Já. Og ég held að það sé bara skynsamlegt hjá Ingu að taka leikli. Áfram heldur Vilhjálmur að raða niður. Hann er komið 11 stig. Og þetta var Sergjan sem að skoraði þarna þrist. Akkurat. Síðustu köruna. Þetta er hérna, svæðisvöldin virkaði alltaf mjög vel á móti Snæfelli í síðasta leik. En þeir voru komið með svona henda út og reynt lið kannski og þeir hefðu kannski ekki alveg sjálfstraustið í skotin en þeir eru komið með lið eins og Fjölni. Talsveit eldri og reyndari leikmenn, þeir eru alveg óhrættir við að skjóta og ég meina ef þú færið opið skot þá er náttúrulega hækkar prósentan umtalsvert. Já, það er nú líka líklegt að Falur hafa nú undirbúið liðið undir svæðisvöldina. Já, já. Og sér hvernig þeir eru að leysa þetta mjög vel. Þeir eru að gera þetta bara akkurat hárrétt, spila úr þessu vel. Nákvæmlega. Setja bollan inn í miðjuna, senda út. Já, nákvæmlega. Akkurat hreyfa boltan. Það er það sem virkar á móti svæðisvöldinu. Og svo í hraðblöfunum að dræfa og dissja og finna mennin út í hóttunum. Já, þetta er búið að vera vel útvært hjá þeim Fjölnismönnum. Já, við sjáum hvað Vestramenn gera núna. Já, nú ætlar að koma boltanum inn á. Hann er Manja komin aftur. Hann er aðeins farnir að íta honum lengra út, sjáðu. Það er komin bara strax maður í hjálpuna. Hérna gefur Guðmundur með þrist. Já, setur hann. Lagalegt. Það var ekki heitur í síðasta leik en þegar maður sér að menn halda áfram að skjóta þó þeir hitt ekki nokkrum skotum fyrir það. Þá segir að mann að þeir vita að þeir geta alveg hitt þessu. Þeir bara mata boltan hérna inn í miðjuna. Já. Leysa úr vörninni. Þetta er bara vel gert. Akkurat. Gengur vel hjá þeim að rökra við dómarann. Já, já. Það hefur alltaf gengið vel. Já, við þekkjum það bara. Jú, mikið rétt. Ég held ég geti svona talið á fingrum annar handar hversu oft ég hef náð að snúa dómi. Já, ég reyndar bara ég get eiginlega ekki talið það. Það hefur bara aldrei gerst, held ég. Hann setti bara annað vídeóni, var það ekki? Jú. Við sjáum núna að nú er áherslan á að ýta honum lengra frá körfunni. Og það Gulli með gulum skot. Já, gott frákast þarna. Frábært. Við sjáum að leið og þeir fara að ýta Nemanja lengra frá körfunni. Já. Þá þarf hann lengri tíma til að aðhafa sig til að komast í skotfæri. Þetta er allt of Þetta má ekki sko. Á móti þessu lið. Bara einsendingin í miðjuna og út opið. Akkurat. Einsendingin í miðjuna. Þetta er bara vel útvært hjá Fjölnismönnum. Það var að hrósa þeim líka fyrir það. Þeir eru að gera þetta bara vel. Já, bara mjög vel. Þetta hefði Gulli bara mátt kíkja á þess á körfuna. Nú er Nemanja komin út úr stöðu einhvern veginn. Já, alveg.
Nú þarf Það þarf að skjóta, það er einhver skjóta, já, þetta var allt í lagi. Já. Já, Það var heppnir þarna, náðu skotinu og fór í hringinn. Góð barátta ykkurlega. Fín barátta. Hvað kemur út af þessu? Hérna. Já, sérðu. Þetta var skrítið. Já, þetta er. Það er nú skrefa fnikur af þessu þarna. Já. Það er góð barátta þarna undir. Já, góð barátta. Hann fær hann aftur. Nú þarf hann að fara að passa sig. Setur hann. Þetta var... Það er 4 point play jafnvel. Já, þetta var flott skot hjá Davíð, sett þetta voni og... Þeir eru að finna fjöluna þarna fyrir utan, fjölunismenn, það verður nú bara að viðurkennast. Gæti alveg trú að einhver myndi prófa maður og mann. Þeir eru ekki hitt ára vítunum hins vegar. Nei, blessunarlega fyrir vestra menn sko. Þetta er eitthvað skrítið. Þetta hljóð. Þetta er auðveld karfa, menn eitthvað hikandi. Það er einhver reikistefna með þetta. Bjallan hringdi á þess að skotklukkan væri runnin út. Það var eitthvað skrítið við þetta. Yngvi eðlilega ósáttur, menn hættu bara að spila og Fjölnismenn gengu á lagið bara og keyrðu náttúrulega bara upp, held áfram. Auðvitað. 7 stiga munur. 17 sekundur eftir, þannig að nú er skeiðsanlegt fyrir vestramenn að eiga bara síðasta skotið. Já. Það þurfa ekkert að flýta sér. Bara fá eitt gott skot í endinn. Það veit enginn hvað gerðist þarna, virðist vera. Já, innkastið skal tekið undir körfunni. Já, karvan var góð. Karvan var góð, já, 9 stiga munur. Og Hilmir kemur upp boltan. Það er gott skrín hérna, nú er komið mismatch. 5 sekundur eftir. Nú er komið mismatch. Já, þetta var vel gert. Þetta var eins vel gert og hægt var. Sótti villuna þarna. Sótti villuna á síðustu sekundu skotklukkunar. Það er ekki hægt að gera þetta mikið betur. Fá vítið eða ekki, fá vítið. Það er önnur villan á hann líka, þannig að það er... Já. Það er líka stórt plús. Það er stórt plús. En það verður segist eins og að Fjölnir er búin að leysa þennan fyrsta leikluta bara ansi vel. Já, og mótið svæðinu. Svæðisvöldin ekkert slás út af læginu. Og það er nú, ég vil tala um að 31 stig í einum leikluta sé ekki... Það er ekki gott að fá þessi 31 stig í einum leikluta. Nei. Það segir nú ýmislegt vörnina náttúrulega. Það verður að þétta eins vörnina og við það er bara... Vantar meiri hörku í vörnina og meiri ákefð í þetta hjá þeim, strákunum. En það saman ekki að við hefum sko 23 stig á vestra, það er náttúrulega... Og það er kannski... Það kom svona... Það er svona jógst hraðinn hann á tímabili. Þau náðu svona mörgum stigum á stuttum tíma, bæði lið. Aðalega þó Fjölnismenn. Það var alveg að fáa sendingar hjá þeim og bara opið skot sem að notu voni, þannig þetta var bara... Þú heldur að það hafi verið með 4 þrista líka í leiklutunum, 4 jafnvel 5. Já. Þannig að það er næstu helmingurinn af stigunum. Það er hjá vestramönnum er stigahæstur Nebósja með 8 stig. Svo kemur Andri með 6, Hugi með 2, Guðmundur með 3,
Hilmir með 2 og Nemanja með 2. Hjá Fjölnismönnum er Davíð með 3, Anton með 6, Róbert með 3, Vilhjálmur með 13 og mörg hver af þeim eru svona hafa verið tiltölulega auðveld bara undir körfunni. Hann kann að staðsetja sig vel og sérstaklega í sóknarfrákvæmstunum líka. Andrés með 3 stig og Serjan með 3 stig. Þessi Serjan, ef ég fer rétt með Serdan. Já, Serdan Stojanovic, hann var atkvæðamestur í síðasta leik Fjölnis á móti Þór, skoraði þar 31 stig. Já. Og Anton var með 25 stig. Já. Og 42 í framlag, það er nú hansi öflugt. Þetta var bara ljómandi fín hreyfing. Kláraði ekki þó. Nú eru komnir í... Þetta er bara allt og þetta var auðvitað. Mér sýnist þeir vera komnir í maður og mann vestramenn. Já. Ok, já, nú bara nota skynseminn og stilla upp, já. Koma boltanum inn í þeir doppeltíma, þeir verða að gera það. Já, þetta er góð vörn í Fjölni. 7 sekúndur eftir að skotningunni. 4, 3 og hann setur það. Þetta er niður mannir. Þetta var flottu þrýstur. Vel gert. Já, nú eru þeir komnir í maður og mann. Sjáum hvernig Fjölnismenn taka á því. Já, þetta er... En þeir halda áfram bara. Þeir halda áfram að hitta. Þeir voru með 55% nýtingu í þriggja í fyrsta leikvölda og halda bara áfram að setja hann. Já, það er helviti góð nýting. Eða mjög góð nýting. Þetta lítur að vera á því. Já, já. Mörkunum að vera villa en þetta slapp. Róbert, hann er nummer 11, hann spilaði með Stjörnunni í fyrra úrvalsdeildinni. Kom frá Fjölni til Stjörnunnar og er bara komin heim aftur. Þetta er enn eitt opið skot. Þetta, þú getur ekki annað en hitt þessu sko þegar þú færð svona opið skot. Þetta var ekki alveg... Við erum að finna bara opnumennina trekk í trekk. Já. Þetta er fín boltarheying, svona á að gera þetta. Gott frákast þarna hjá honum Davíð. Ekki vildi þetta niður hjá okkur. Róbert er að spila vel, hann er að tæta bara vörnina upp. Já, og það er málið þegar menn fá svona opið skot, komast í rytma, þá eykst sjálfstraustið og þá verður þetta allt einhvern veginn miklu auðveldara. Það er gott. Og það er menn alveg óhræddir við að skjóta. En það var aðeins og löng sending hjá Nebo. Tapaði bolti hjá Vestra. Það þýðir ekkert að gefast upp. Nú snýst þetta bara að býta í skjaldarendur og vera grimmar í vörninni hjá vestamönnum. Róbert keyrir þarna miskur hann veist alltaf á vörnina. Hann kann þetta alveg. Sko, leiðum við náum að setja hendurnar í skotið, þá drögum við strax 20% af skotnýtingunni. Þetta var nú illa. Já, vel klárað hérna hjá honum, Nebos. Sko, það er alveg magna, hann lætur þetta lítið út fyrir að vera svo auðvelt einhvern veginn, alltaf. En þetta er ekkert auðvelt. Silkimjúk hreyfing. Já, hann er einhvern veginn svona svolítið smúð. Og það er skipting hjá Fjölnismönnum. Þannig kemur Alexander Þór Hafþórsson og Róbert fyrir út af. Og hann setur vítið á hann líka. Vel gert, nú er munur ekki orðin nema 5 stig. Þannig að... Nú er bara varnarleikurinn hjá Vestra. En nú er verið að flauta mikið. Það er villa á Huga. Það komið 2 villur. Það er leiklið hjá Vestra.
Þetta er svo fljótt að gerast. 5 stig, þetta er ekki munur. Þetta er ekki neitt. Þetta er bara aðeins að herða sig í vörninni vestramenn og þá kemur þetta. Þetta snýst svo mikið varnarleikinn maður eins og maður segir. Já. Það er nú bara þannig. Það er aldrei oft sagt. Það er líka ekki verra ef maður skora meira en andstæðingurinn. Nei, það hjálpar yfirleitt. Og maður gerir það yfirleitt ef maður nær að halda andstæðingnum í sem fæstum stigum. Þetta er tiltölulega einfalt sko. Ef maður spáir í það. En nú ætlaði bara að draga stig á Fjölnismönnum. Það er einhvað, kannski er stigaskorið ekki alveg rétt. Ég er svona veltaði fyrir mér. Það er eitthvað verið að breyta stigatöflunni. Það er... Jú. Nei, það er 36-31. Það er 36. Jú, það er ennþá 5 stiga munur. Já, Vestramenn spiluðu á móti Snæfelli náttúrulega hérna síðasta föstudag. Unnu tiltölulega öruggan sigur, 80-47. Já. Gegn ungu og óreyndu liði Snæfellsmanna. Já. Nei, þetta er sko, það má ekki gefa þessum mönnum sko tíma. Bara opið skot. Já, ef það fær 2 sekúndur, það dugar alveg sko. 2 komnir í hann. Já, undir 1. Þetta var svolítið flókið skot. Þetta er ekki alveg... Og sóknarfrákast. Já, sóknarfrákast. Gott sóknarfrákast. Og villa Karva góð. Þetta er rosalega dýrt. Skyndilega mönnur konum við 10 stig. Það gerst fljótt. Þeir eru konum við hansi mörg sóknarfrákast. Þeir eru að ná að staðsetja sig vel, Fjölnismenn. Þetta snýst nefnilega ekkert annað en staðsningu í sóknarfrákastunum og lesa hvar maður á að vera. Ég myndi ekki vita það. Ég held að ég hef tekið 2 frákast á öllum ferðinum. Já, sóknarfrákast. Það er bara frákast yfir höfuð. Frákast yfir höfuð. Já, þetta var alltaf svona óþægilegt. Þegar maður var að rembast við að fara í einhver frákast, þegar maður alltaf olbúan í hausinn. Það er nú sjálfsagt. Hefur eitthvað með hæð okkar að gera? Já, maður var nú alltaf smeykur bara að stelnið þykja úr manni. Það er ofmetið að taka frákast. Já. En það er svo sem ekkert breytt neinu útlitslega hjá þér þó það er mist stellið sko. Nei, það kann að vera. Þetta er fín hreyfing hérna og þetta er það sem við viljum sjá auðvitað, eða Vestramenn vilja sjá auðvitað. Opin skot. Og þetta fékkst eftir góða hindrun, boltarhefingu, opin skot. Þetta er auðvelt samt. Þetta er auðvelt hvernig menn eru að komast fram hjá mönnum. Það smurði þessum úr spjaldi honni. En nú er það komið upp í 11 stig sko. Svona gerast þetta bara 1, 2, 3. Hann setur það. Það er greinilega ákveðin í því að láta finna fyrir sér þetta í dag, í stigaskoruninni. Ég er ekki alveg viss hvað Vestramenn er að gera þarna, varnarlega. Þetta er eitthvað... Ég sé hvort þetta er triangle and 2 eða eitthvað. Þetta sé að dekka 2 og 3 spila svæðisvöld. Dekka 2 maður og mann. En ég þori ekki að fullera það samt.
Jú, mér sýnist það. Það eru tveir sem að spila maður og mann og meðan að hinir spila, þrír spila svæðisvöld. Þetta getur stundum virkað, þetta rugglar oft svona sóknarleikinn, mann veit ekki alveg hvað hann var að spila maður og mann sókn eða svæðisvarnarsókn. Þeir eru bara miklu grimmari Fjölnisstrákarnir. Þeir eru bara miklu grimmari á boltan. Það er það sem, sérðu, og þá fá þeir svona. Þetta er bara rosalega einfalt. Þetta er mjög einfalt, já. Þeir eru grimmir í vörninni. Já. Og þeir eru náttúrulega konum með sjálfstraustið í skotin. Þetta var... Já, þarna voru við heppnir. Nú voru vestramenn heppnir, segi ég. Með manni að slær tekur svona hérumbil frákast og dundrar honum í gólfi og í andstæðinginu út á. Já, þetta er kerfið sem er margótt búin að nota og þetta virkar alltaf ef að Nebo sé með aðeins minni mann á sér. Já, Villa og Karl var góð, þetta er bara... Já, mjög vel gert. Já, hann gott frákast. Hann hefði mátt bara fara þetta upp strax. Nú eru 6 sekundur eftir á skotklukkunni, nú er hann að skjóta og þetta er vel gert. Þetta er vel gert. Hann nýtti skotklukkuna vel og endaði með okkur skoti. Þetta gerir það yfirleitt ef menn eru þolinmóðir. Já. Sjáðu þetta er vel gert. Þetta er bara ótrúlega vel gert. Sjáðu þetta. Þetta er falleg karfa. Það lítur út fyrir einfalt. Þetta er ótrúlega falleg karfa. Og allt í einu 5 stiga munur aftur. Þetta er svona rönn á báða bóga, einhvern veginn. Þessi kafli er búin að vera Nebo bara út í eitt. Já. Og nú vill Falur örugglega fara svona aðeins yfir þetta. Sérstaklega varnarleikinn, minna þeir að vera svo sem að skila ágætlega í sókninni. Það vill örugglega þeir verði jafnvel ennþá grimmari heldur en það hefur verið í vörninni. Ég finnst það ekkert ólíklegt og sama örugglega hjá Ingva líka. Leið og vörnin smellur þá kemur hitt oft. Fylgir það oft með. Það er svona tilhneiging. En Nebo, hann er atkvæðamestur heimamanna, með 21 stig. Já, hann er með helming stig að liðsins. Já. Og Andrei kemur á eftir honum með 10 stig og búinn að vera áræðinn og ákveðinn. Já. Það rúlum við að staða aftur. Nú erum við konir í 2-3 svæði, þetta er galoppaskot. Þetta er bara ekki alveg nógu góð hreyfing á vörninni. Nei, akkurat. Aftur á móti góð boltarhreyfing hjá Fjölni. Andrei sem setja sinn annan tvist. Já. Frábær hreyfing maður! Þetta er rosalega flott hreyfing. Sko, þetta er svakalegt. Þeir eiga bara í vastu með að stöða. Þeir get ekki haldið honum fyrir fram sig. Hann er svona eins og áll sem áll. Já. Serbneski állinn. Já. Já. Hérna. Já, sjáðu þetta til dæmis. Þetta er bara verkefni. Þeir eru... Nú er að menna að vera fljótir að vakna. Já. Þessi eru bara svona þessi litli snúningur sem hann tekur hann undir og opnar allt. Bara 1, 2 og 3. Já, þetta er góð vörn. Þetta er fín vörn. Bara eins og segir, ef við setjum hendur upp á móti skoti, ef vestramenn setja hendur upp á móti skoti, þá erum við að draga strax úr nýtingunni.
Hann langaði að skjóta hana, já. Guðmundur tekur skot, Já, spjaldið ofan í. Hann gleymdi að kalla það, Nei, mér heyrðist ég heyra hann kalla það, sko. Já, ok. Já. Við ræðum þetta við hann á eftir í hálfleik. Já, spurjum hann út í þetta. Já. Já, fínt. Já. Ég held að dómarar dæmi gjarnan á svona þegar menn sleppa framhjá og er að og varnarmaður teygir sig svona eftir þeim. Þá er eiginlega bara að refsa mönnum fyrir svona að vera ekki nógu fljótur á fótunum. Þetta var fín vörn. Þeir fara allir í frákast, sko. Það er 1 á móti 3 í frákastunni. Það segir svolítið mikið grimmdina af Fjölni, sko. Þeir fara allir í sóknarfrákastunni. Já, það er góða stöðu þarna. Þetta var frábærlega gott. Það hefði alveg hugsanlega mátt dæma á þetta, sko. Já, ég sé að hann er að kvarta núna. Já, Olboa. Anton er að kvarta undir Olboa, já. Þannig að það má alveg... Þessu, sko... Já, þetta er góð. Fín barátta. Ákveðnir í vörninni. Ákveðnir í vörninni, já. Akkurat, það var smá grimmd í þetta. Sko, nú er vitleysa, sko. Nú er ekki ný skotklukka. Það er ekki ný skotklukka, en það er svona. Já, þetta er... Þeir hafa sennilega náðið hvað sem er, þannig að sjáu hvað þetta væri dýrt ef þetta færi honni. Já, þetta var nú lukkustympill á þessu frákasti hjá okkur. Já. Nú þurfa Vestramenn að passa sig. Það eru 4 sekúndur liðnar af skotklukkunni. Þannig að þeir þurfa að koma boltanum yfir miðju á undir 4 sekúndum. Væntanlega. Það er skipting hjá Vestra. Andrei fyrir út af. Þú ætlar að gefa honum aðeins lengri hvíld fyrir seinni hálfleikinn. Nú já, þeir fengi 9:24. Af því að það þurft að þurrka gólfinu. Já, þetta er fínt. Hann er sjóðandi heitur. Hann er að finna fjöluna sína heldur betur. Hann er bósa. Sjóðandi heitur. Og allt í einu Vestri komið 4 stiga fórustu. Þessi maður má ekki fá með skot. Maður sér það bara. Fallegt skot hjá honum og beint honni. Vestri einu stíð hér yfir. Hann ætlar að... 10 sekundur á skotklukkunni. Hann ætlar greinlega að keyra bara á körfuna. Gæti ég trúa. Og... Þetta er... Já. Það er vel fiskað hjá honum. Ég held að þessi væri að fara í hjá honum. Já. Hann fær 3 skot. Þetta. Menn eru greinilega svitna verulega hérna. Þeir hafa ekki undan að þurrka svitan á gólfinu. Þetta er eitthvað sem þú gerðir nú aldrei. Svitnaðir í leik. Nei. Þetta varst náttúrulega alltaf meira minna áhorfandi í hliðarlínu. Já. Á bekknum. Vermdi alltaf bara bekkinn. Þess að sjá, minni nú að Nebojsa hafi ekki verið með sérstaklega frábæra nýtingu í vítum í fyrra. Það er eitthvað sem hann gæti alveg bætt sig í. Það er eitt... Þetta er nefnilega svo... Þetta er svo dýrt. Já. Það munar svo mikið þetta. Hann setur þetta. Tölfræði segir það. Já. Já. Þetta er bara skynsamlega gert hjá Ingo að taka Nebojsa út af. Það er ekkert að taka sénsinn á að fá villu eða eitthvað svoleiðis. Setur huga inn á. Nú þurfa þeir að passa sig. Enga villur og ekki gefa opið skot.
Heyrðu, Þetta var þetta er rándýrt. opið skot. Já, þetta var rándýrt. Þetta er alveg rándýrt. En Þetta vantar, já, það er Fjölnir náði þarna þau komast þarna einu stíð yfir fyrir lok hálfleiksins. Þetta er bara hörku spennandi leikur eins og við byggumst við. Hörkuleikur, já, munar einu stíði og Já. Þetta verður gaman að sjá hvernig þetta þróast í seinni hálfleiknum. akkurat. Við komum tilbaka eftir nokkra mínútur. Því
Jæja, þá voru að fara þetta í seinni hálfleikinn. Og þegar maður skoða tölfræðina þá er þetta bara mjög sambarilegt á báða bóa. Svipaði frákostum. Það sem er náttúrulega mjög flott hjá Fjölnismönnum er þryggjastæða nýtingin. 55%. Við vestramenn er ekkert langt á eftir, það er 50% nýting þar. Já, það er mitt. Og svipað tækjastæða nýtingin aðeins betri hjá, það ekki? Hjá vestra. Hjá vestramönnum, já. 60% skotanar að dóni þar. Já. Þetta má alveg búast við að þetta verði svona naglbítur bara, kannski. Já. Þetta snýst þá bara meira aðalega bara viljan og hverjir nenna að spila grimmari vörn. Það kemur alltaf endanum niður á því, sko. Mjög lógískt. Já. Þetta er alveg sérstaklega eftir þetta verður fagur bleikur litur hjá Fjölnismönnum á hliðalínni. Já. Þeir eru alveg hróskilið fyrir þetta. Svipaði svo nærböksuna einar, varstu þú ekki bleikum nærböksum í dag? Jú. Þetta er bara mjög svipað. Já. Já, þeir... Það er skemmtilegt flæði í sókninni hjá Fjölnismönnum. Já, gott frákast, varna frákast. Já, gott frákast. Já, þetta er vel gert. Bara vantaði að klára það. Öllu leyti vel gert nema lúkningin, svo má segja. Já, þetta var rétt. Ég tók reyndar ekki eftir í áðan en Andrei hjá Vestra er komið með 3 villur. Já. Þannig að hann þarf að passa sig svolítið. Nei, þetta var skemmtilega gert. Eða var þetta sjálfskarfa? Já, ég veit ekki. Ég sýndist það. Já. Náðu með að blaka honum honni annarkvort. Var þetta sjálfskarfa eða þá var það sérstaklega vel gert. Já, þetta ætti alveg að vera, já. Þetta hlýtur að vera villa. Já, eða bara vel gert þarna. Vel útfært. Vel gert hjá Huga, klára þetta. Fín sending á Nebojsa. Alveg undir körfunni. Hann er mjög duglegur að sprengja upp vörnina hérna, hann Róbert. Og hann er svolítið svonleitt af þessum, svolítið skotmaður þessi, Já, þessi milli hann Aron hjá Anton Alonso. Og getur líka tekið þristana þessuna. Já. Hann leitaði inn í. Hann varði eiginlega að taka skotið sem fyrst en annars hefði hann hugsanlega getað fengið 3 sekúndur á sig. Þarna var Vilhjálmur óheppinn að klára ekki leiðuppið. Hann labbaði í gegn þarna. Og hann fær... Nei. Það er dæmt villa á gólfinu, þannig að það er bara innkast. Það er samt alveg spurning, hefði hann sett þetta, hvort það hefði fengið að gilda, maður veit það ekki. Já, þarna var hann sniðugur, hann Nebojsa. Hann sá að var að vera frá dæma villuna og skaut, fær þá 2 skot. Akkurat. Fiskaði þetta svolítið. Með manni er hérna einhverju rökriðan við dómarann. Finnst aðeins fyrir vegið þarna undir körfunni kannski. Já, setur fyrir að skotið. Já, klikkar að seinna. Þetta er, eins og segja, það þarf að fyrst að bæta sig þarna. Þetta er svona... Þetta er bara óhræddur. Hann er algjörlega óhræddur að skjóta hérna, hann Andrés. Já, falleg hreyfing. Já, vel gert, vel klárað. Það var falleg hreyfing.
Þetta leit ekkert sérstaklega vel út, þetta skot. Og, já. Þetta var óefni. Þetta já, vel blokkarað þarna hjá honum Hugamaður. Vilhjálmur klárar þetta vel. Sækir kontaktið, feikar varnarmanninn upp og klárar. Sækir kontaktið. Þetta bara vel gert. Hjá honum. Þetta var bara mjög snirtilega gert. Og staðan gæti ekki verið jafnari. Það er 62-60 núna. Og hann klikkar á vítinu. Vítin ekki þetta hjá báðum liðum. Nú vantar okkur smá meira hreyfing á boltanum og meira flæði. Þarna. Nú. Þetta bara vel gert. Fín hreyfing hérna. Gott kött í áttina boltanum. Ein einföld sending og tiltölulega opinn jumper. Þetta bjóst nú við að þessi fari onni hjá honum en nú voru Vestarmenn heppnir. Já. Flott þetta. Flott sending. Já. Þetta virkar oft. Þetta virkar oft mjög vel, svona sem feikreifing þegar að menn þykjast alltaf að fara upp í stökkskotið. Þá fara menn að snúa sig við og reyna að fara að stíga út og ekki að horfa á boltan. Hvernig ætti þú að vita það? Þú sendir aldrei boltan, þú skaust bara. Það er bara heppni ef einhver fekk boltan frá þig. Og ef þú reyndir að senda þá var oftast tapaði bolti. Nei. Jú. Getur ekki sagt því. Ja, hann klárar vítið líka. Já. Vel gert. Og þetta fljótt að breytast allt saman. Nú eru hann blokkar hann þarna. Vel gert. Góð vörn. Þetta er fallega hreyfing hjá hann. Falleg hreyfing, sveitað við skot. Hann fær boltan og tekur svona dropstep tilbaka einhvern veginn og það var líka góð vörn. Sveita við. Þetta er bara þetta er ekki auðvelt. Flott karfa og vel gert. Já, þetta er onni. Nei, hann dæmi villu fyrir skot. Þetta er það sem hann er búinn að vera kvart yfir allan tíman og svo fer hann og klárar og þá er villan dæmt. Þetta er svona. Það var sennilega bara alveg hárrétt. Þá fáum við þetta einfalda kerfi hérna, skrín fyrir Nebojsa. Það leitaði inn í. Hann er bara solid á miðfæris stökkskotunum. Þetta er nefnilega það sem að fín vörn. Þessi svona sóknir þeir þreyta varnirnar. Það er mikil hreyfing, menn þurfa að berjast í gennum skrín endalaust. Það reynir á vörnina. Flott boltarhreyfing. Þetta var nú. Og fínt opið skot út í horni. Nei, airball. Þetta var nú ekki nógu gott. Flott bolti. Alls ekki nógu gott. Það fara yfir þetta. Við ánum yfir morgun hraðborinn á morgun. Já. Það er alveg ljóst. Núna þurfa menn bara að halda einbeitingu og rífa upp varnarleikinn. Það er sko mikið að skrínum, mikil hreyfing, sérðu, menn þurfa endalaust að vera að hugsa hvar maðurinn sinn er, hvort þau þurfa að skipta og svo framvegis. Það er gott svona flæði í sókninni hjá Fjölni eins og er allavega. Já, það er að hreyfa sig mikið. Já. Þarna var Andri bara með fótboltatakta, sko.
Þetta var bara mjög vel gert hjá hann. Já. Varst þetta? Já. Það spurningum að Vestri geti lánaðan úti í knattspyrnuna. Já, þetta geti verið bara heilsárs dæmi hjá honum. Já. Og það þeir skipta bræðirnir. Hilmir kemur inn á. Þetta. Þetta erfitt að eiga við, sko. Já, þetta var... Það sér það á honum, þetta góðu skotnaður. Já, hann getur alveg skotið, sko. Og þegar hann fær góð skrín, þá erfitt að eiga við þetta. En nú þurfum við að passa okkur að fara ekki að dribbla of mikið. Það vantar flæðið í þetta hjá okkur. Alla jafna kann ekki góðurlöku stýra. Eininni, þetta Já, gott frákast eða Ingimari. Já, það er skynsamlegt bara að stilla þessu upp. Já, settu þetta núna stráksir. Þarna er það. Menn klikki ekki til sér röð, sko. Það gefur ekki til greina. Nei, hann er líka með miklu flottara skot en þú ert með, Baldur. Þannig að þetta sko, sérðu, þetta er nefnilega málið, sko. Þegar, sko, þetta var einfalt. Allt og einfalt. Það áttur að tala að menn að loka miðjunni, leggja áherslu á það að stýra mönnum frá körfunni. Þeir eru að berjast þarna mikið. Sérðu, þetta er bara, já. Það var ekki Anton sem fekk villuna, hann er komið með 3 villu núna en slapp við þessa. Ég held að Róbert hafi fengið hana. Sýndist það. Það var ekki komið upp á döfluna. Jó, á Róbert. Og það er leiklega, Yngvi tekur leiklega ekki, eða var það Fjölnir? Var það Falur sem tóku? Falur tók að, nei, Yngvi tekur leiklega. Þetta er æsispennandi, einstigsmunur. Já, þetta virðist alltaf verða svona bara út leikinn. Það er bara vonandi að verða svona, það er alltaf gaman að fá spennandi leiki. Já. Og ég hugsa að Yngvi haldi nú áfram með með maður og mannvörnina. Hún hefur virkað betur svona. Já. Alltaf þeir eru ekki að fá eins mikið af galopnum skotum. Svo staðan er. Já. Mér sýnist bæði liður að koma í bónus líka. Veit ekki. Þannig að með manni held ég sé hins vegar 75–78% vítaskíta. Þannig að hann hefði nú átt að setja þetta, sko. Það er alltaf mjög góða líkur á að hann setja seinna skotið. Já, það fór á mig. Sko, þarna er þetta nefnilega málið. Hérna þurfa menn endalaust að vera að tala, endalaust að skipta. Það sóknar frákast. Sko, þetta er fín. Fín vörn. Já, þetta er bara skynsamlegt, still upp, fáum góða sókn, hreyfing, þetta er, og það er þrýstur, það var eiginlega að skjóta þessu, það var lítið eftir að skotklukkunni.
hann brýtur Nebojsa af sér, hann komið með 2 villur. Nebojsa komið með 28 stig, hann var með 27 stig eftir fyrir hálfleikinn. Bara búinn að skora 1 í þessum leikluta. Mér finnst mjög mikla líkur á því að hann hitti báðum skotum þessi. Ég held að hann eyði ágætis tíma í það. Í skot þessi maður. Hann komið með 13 stig að sérta hann. Já. Sko, við þurfum að minnka driplið. Það ekkert að ganga hjá Nebojsa núna. Nei, hann þorði ekki á móti, Andri. Stígur út af, nei. Og það þryggjast það skot. Það var skot þarna. Já, þeir ná boltanum. Það vel gert. Nú þurfa þeir að fá smá flæði í sóknarleikinn. Já, nú þurftu þeir bara að fá smá hreyfingu. Já, skemmtileg sending þarna. Skemmtileg sending. Aftur var hann að feika eins og hann ætlaði að fara upp í skotu og sendi boltan inn í. Þetta funkar oft mjög vel. Já, ég held að þetta sé rétt. Þetta rétt. Þetta var ómikið. Þetta nú samt ekki góða fréttir fyrir Vestraða. 4. villan á Anton. Nei, á Andresi. Held ég. Já, og 2 skot. Það bara strax skipting. Hún verður að skipta honum út af. Og það skipting á Fjölni líka. Út af fer Andrés og inn á kemur leikmaður númer hvað? 8. Davíð kemur inn á. Við erum að biðja Helgum að ná í gleraugun fyrir þig kannski líka. Já, þetta svona, þetta fylgir aldrinum sko. Hann setur bæði hann í. Hann setur bæði hann í, öruggur á vítalínunni. Og það allt í aft. Guðmundur komin inn á, Gulli og Hugi. Þarna. Já. Þetta var bara ágætlega gert hjá Gulla hana. Komst fram hjá, leið og kemst þarna inn í miðjuna, þá ertu strax búin að skapa vandræði fyrir vörnina. Það verður einhver að hjálpa og þá losnar einhver. Þannig að þeir tóku það ákvörðun að það væri best að brjóta. Manni finnst alltaf jafn dýrt þegar menn eru að klikka á vítum. Já, það safnast þegar saman kemur. Bæði. Hérna á frábærlega gert. Nei, þetta var ekki nógu vel klárað. Þetta var fín sending hjá Gulla hana. Já, Gulli fær. Nei, hann fær villu denda á sig. Já, aðeins og seinna hann að koma sér í stöðu, held ég. Hann fljótur í gólfið. Já. En hann má eiga það, Gulli, hann kann alveg að taka rauninga. Ég held að hann er örugglega Íslandsmet í því að taka rauninga. Það kemur ekki orð. Já, setur fyrra. Skotið. Og setna líka. Og þetta svíður einmitt alltaf meira þegar maður sér að hittir og vítur. Já. Þá þetta alltaf svolítið svona einhvern veginn óþægilega. Þetta fín. Nú þarf hann að passa sig að hann þarf að fara beint upp. Já. Fallega klárar þetta. Það klárar jafna leikinn. Stuttur. Heyrðu, hvað? Þetta nú. Hvað var að gerast þarna? Hann var bara
strauja hann þarna. Já. Þetta var þetta tæknivilla á hana, ekki? Á hvern? Á Fjölnismannin, ekki? Nei, ég held að það hafi verið dæmt tæknivilla á Gulla. Nú, það er dæmt tæknivilla á Gulla, já. Fyrir leikaraskap eða eitthvað þess verið. Eða hvað? Já. En hann klikkaði á vítunum, sýndi mér. Það ekki? Já, það er, við höldum bara fram. Það var bara, sjáum hvað setur. Já. Þessi hefði alveg mátt fyrir honni, en... Já, fínu skakkur hjá honum. Þeir taka væntanlega bara eina sók. Já, væntanlega, það er eina skynsamlega í stöðun og ég held að Róbert hérna það reyndur. Leikmaður, hann veit það. Þetta er allt og auðvelt. Þetta er allt og... Já, þessi var... Þannig að fengu þeir 2 skot á síðustu 5 sekúndunum. Það er dýrt. Þess að betur verið fyrir vestra hittu, ekki? Gunnlaugur er ennþá eitthvað að tjá sig dómgæsluna. Dómgæsluna og það verður nú gaman. Já, herru, þetta er nú. Það þýðir ekki spáðið því núna, það er bara að halda áfram. Já. Þetta er svona. Stundum fær maður á lúðurinn í þessari íþrótt, sko. Það kemur fyrir. En svona við nánari skoðun þá kannski hefur Gulli eitthvað til síns máls að leggja hérna. Já, það lítur út fyrir að það er svona aðeins... Olbúarnir hafa aðeins fengið að fljúga þarna. Já. En það er eins og gengur að gerist og dómararnir sjá náttúrulega ekkert allt. Annars væri þetta ekkert skemmtilegt, held ég. En þetta ætlar að halda áfram að verða mjög spennandi leikur. Æsi spennandi leikur. Allt Nýjafleikur, já. Já, sér hann að Fjölnismennirnir, þeir gefa engin grið hérna í... Já, þetta er... Það er villa. Það getur verið þreytandi þegar maður er með boltan og það er alltaf einhver algjörlega ofan í þér. Það getur reynt svolítið á. Frábær hreyfing. En hann þarf að passa að koma sér út, já. Já, vel. Þeir eru komið 2 strax á hann. Það er alltaf bara... Það er fín bara alltaf hjá Huga hérna. Já, næli sér fiskar villu hérna og allt. Þetta er virkilega vel gert. Þetta skiptir svo miklu máli. Já, mjög miklu. Þú veist að fara í sóknarfrákustinn. Þeir eru búin að fá bara 2 villur hérna á sig bara fyrstu 24 sekúndunum. Já. Nokkri leikmenn hérna konur með 3 villur hjá Fjölni. Anton, Vilhjálmur og Andrés. Og Gulli fær hérna frábærlega gert hjá hann. Þetta er bara virkilega vel gert hjá Gulla. Vel gert hjá hann. Bara kláraði þetta mjög vel og fæði villu að ekki. Bara sterkt. Mjög sterkt. Þá kemur Andri inn á og hann þarf að passa sig, hann er komið 4 villur. Nemanja fær smá hvíld. Rétt rúm hálfmynda búinn og Fjölnir búinn að næla sér í 3 liðsvillur. Já, og Gulli kláraði þetta. Þetta er bara vel gert.
skrín eftir skrín og já, nei Fjölnismenn á honum, þetta var ofnir mikil baráttu boltan og enda með Fjölnismenn fengur boltan. Þetta var góð sending. Hver fær villuna, það er spurningin. Það er nummer 12. Það er Hugi sem fær 4. villuna sína. Það þarf að fara að passa sig. Og það er Sviti. Út allt. Menn að skutla sér eftir boltanum, svoleiðis á þetta að vera. Já. Berjast í þessu. Þetta er þannig leikur, hníf í afn og... Já, það munar hvert possession, eins og við segjum. Það setur fyrra víti og setur það. Það er Rafn Kristján sem er á vítalínu. Klikkar á seinna vítinu. Andrei með frákastið. Það ég kemur með boltan upp. Já, okkur þarna hefði hugsanlega mátt dæmi eitthvað en og Guðmundur tekur þristinn. Klikkar. Frákast. Við náum frákastinu, vestramenn. Það er 8 sekúndur eftir, nú þarf hver og einn að fara að skjóta. Já, Guðmundur áttaði sig á því. Já, Hugi reynir, já. Þarna hefði alveg... Þeir eru fljótið fram, finna opna mannin, en já. Þetta er fram. Þetta var svona á mörkunum, held ég að hafi verið. Og þetta báðir aðeinar hafa átt sig á því, bæði Gulli og Davíð. Þetta var svona... Það var tæft. Gulli virðist ekki vera í náðinni hjá dómarunum. Nei, ég held að hann hafi ekkert verið brjálæðist lóðsáttur við þetta. Hann vissi svona aðeins upp á sér sökinu hana, kannski. Þetta var ekki nógu gott. Nei, þessi var góð gafhreyfing og bara falleg gafa. Bara galopin út í hornið. Já, Róbert fær villu. Það har rétt heldur honum. Innkast. Fjölnismenn einu stíð yfir. Já, okkur koma boltanum inn og nefnbósið. Það fekk að nýsið þarna aftur. Það er kvarta mikið Fjölnismennirnir. Já, það er kvarta yfir króknum. Hjá bæði Nemanja og Nebósja. Vilja meina að þeir séu að nota... Reyðarbjarki tók þetta nokkur sundtök til að sína þetta hérna. Einmitt. Styrkilegt hjá honum. Einmitt. Þetta er eins og segja, þetta er ekki auðvelt skot. Þetta var... Þetta er ekki nógu gott. Skemmtilega munur komin í 4 stig. Já. Þetta er bara svo sem ekkert vitlaust hjá Andrei að gera þetta. Það var 1 og 1 bara þarna undir körfunni. Hann fer á línuna, þannig að það eru meiri hlutin af... Það er ekki skot eða? Jú, 2 skot. 2 skot. Og Vilhjálmur kom með 4 villur. Það eru svolítið villu vandræði í gangi hjá báðum liðum í rauninni. Já, kannski, þetta sleppur nú kannski hjá Fjölnismönnum. Þeir eru 3 þarna með 3 villur og Vilhjálmur með 4 villur. Þetta ættu vestaramenn að geta nýtt sér og keyrt á grimmilega á körfuna. Já, þeir eru konir í bónus, getur það verið? Já, þeir eru konir í bónus. Þeir fengu þarna 3 villur bara á fyrstu mínúturinn líka við það, fyrstu 30-40 sekúndur. Og það eru 7 mínútur eftir að leiknum, þannig að það er tilvalið að reyna að dræfa svolítið á körfuna. Já, leita bara inn í. Já, þetta var bara pjúra bolti. Góð vörn.
og þetta er sterkt. Það er virkilega vel gert. Góð keyrsla bara beint á körfuna, ekkert að hálsa við þetta neitt. Nei, þetta er bara að gera. Þeir eru greinilega með eitthvað kerfi svona við pikk og rólinu á hliðalínunni. Þetta er ekki gott. Opið skot. Það er skrítið að menn skuli standa bara hann galopnir á toppnum og tala ekki menn sem eru búin að vera að hitta. Það er ekki alveg til fyrirmyndar sko. Andri fer upp í frekar erfitt skot. Þeir koma í hraðarleik. Nú væri til dæmis ekki gott að fá þryggjast að skot í andlitið. Þetta var vel gert hjá Róberti, hann er búinn að setja 2 hérna í röð á stundum tíma, það er rauninni 3. Það var einn hérna sem að... Já, svo var einn hérna á milli sem sett Andrés, held ég, sem sett einn. Þetta er bara Fjölnismenn að taka núna gott rönn. Já. Og þeir ætti að vera reynda komnir frá 7 stigum yfir, ég held að vanti hérna 3 stig á... Það vantar, já, það passar. 81. Og Róbert er að keyra svolítið á vörnina og sinna opna manninn. Já. Svona er þetta búið að vera svolítið. Þetta er búið að vera svona rönn á báða bóga en þó hafa Fjölnismennir svona oftar náð einhverjum mun, 7-10 stiga mun. Svo að Vestramenn komið tilbaka, náðu að jafna á kannski 2, 3, 4 stigum yfir. Þetta er búið að vera svona saga leiksins svolítið. Nú er að sjá hvort að Ingu getur dregið eitthvað úr pokahorninu. Þeir verða að passa sig að missa hann leggja ekki í stærri mun heldur en þetta. Nei, það má alls ekki gerast. Ef þeir ætla sér að ná í sigur hérna. Þetta var... Já. Það er fín barátta og Vestramenn eiga boltann. Þetta var lesið bara... Þetta var lesið bara fyrir löngu síðan sko. Þetta voru 2 stig, Karfa. Þetta var... Varið á leiðinni niður í körfuna. Já. Það er engin vafi á því. Það er að þurrka upp hérna svita. Auðvitað að menn er að taka á því. Það er reynd. Nú verða Vestramenn að sýna þess klærnar. Það er bara, það kom ekki eitthvað fát á menn, það hefur aldrei virkað. Já. Nú fær Róbert sína 4. villu held ég. Getur það ekki passað? Jó, 4. villan á Róbert. 4. villan á Róbert. Hann þarf að passa sig út leiktíman. Þeir skipta honum út af. Já. Það er gott að eiga hann inni í síðar. Gríðarlega mikilvægt að setja vítin niður núna. Núna eru vítin mjög mikilvægt. Nú telur hvert einasta stig. Tæpar 6 mínútur eftir. Það setur bæði honni. Komum niður í 7 stig.
Þeir halda áfram að hitta. Þetta er ekki þetta er óþægileg tilfinning fyrir vestramenn þegar menn halda áfram að hitta svona vel. Frábær sending og gott vel gert, klárað. Virkilega falleg sókn og vel útfærð. Góð tímasetning. Þarna var þetta með spurningum. Tæft að hefði getað verið villa. Já, þetta hefði hugsanlega getað verið villa. Þannig að hann sleppti því að dæma villuna og leta hafa boltan í staðinn. Ég held nefnilega að Fjölnismaðurinn hafi mist hann út af. Hreiðar. Þeir halda sig við þetta kerfi hérna. Þeir sækja inn í hana. Já. Nei, þetta var mjög rosalega vel gert hjá honum. Þetta leit út fyrir að vera mjög auðvelt. Já. Þetta gerist oft þegar menn hleypa mönnum inn miðjuna, sko. Þá er þetta hættan. Núna þurfa vestramenn að passa sig á því að fara ekki að flýta sér of mikið og hérna en það er oft hættan þegar svona lítið er eftir. Tiltölulega 10 stiga munur. Já, vel gert! Ágætt að hann skyldi hitta þessu. Það er búið leikinn að gera. Og nú koma þessu niður í 7 stig, 4 mínútur eftir. Þetta er eitt skrif í hennu. Já. Þetta er eitthvað fát á þau. Eitthvað smá fát. Nú þurfa þær að fara að leita skotinu. Já, góð vörn. Já. Þetta er barátta, þetta köllum við baráttu, sko. Menn skuttla sér á boltan og svona. Fjölnismenn eiga boltan. Já. Aðeins að skrapa olnbogana eftir gólfinu. Nú skil ég ekki alveg. Það er ekki nýjar 24 sekúndur. Já, akkurat, það eru 2 sekúndur eftir. Fjölnismenn eiga Já, þeir eru einkastið. Það er bara, pílan segir það. Nú myndi ég loka tegnum. Þvinga við skot lengra frá. Þetta er mjög flott. Já, áfram bara. Eitthvað að gerast. Já, skotklukkan fór ekki að staða. Já, ok. Já, það eru 20 sekúndur. Já, spjaldið. Gott frákast. Það er búið með Átekur annars skot, klikkar á því. Þetta er nú villa. Já, sóknarvilla. Á Nemanja. Ég meina hann hafi krækt í hendurnar á honum. Önnur villan á Nemanja sem er með 18 stig. Það er 7 stiga munur, 3 og 17 eftir. Þannig að nú þurfa vestramenn eða þeir ætla að eiga möguleika á að vinna leik, að fara að stoppa meira. Fá stopp og spila skynsamlega sóknarbolta. Góð, fín. Það væri svona drikk, þetta skilar aldrei neinu, held ég. Þetta var líka flatt skot hjá honum. Já, flatt skot og þeirra. Það er 3. villan á Nemanja, síðan mér. 4. liðsvillan. 4. liðsvillan, þannig að það er ekki bónus. Það er innkast bara.
Svo það er stöðug svona skrín alltaf í gangi, þannig að menn þurfa alltaf að vera velta fyrir sig hvað er að gerast. Og svo, já. Já, þetta var. Þarna sofnuðu menn aðeins á verðinum. Þeir náðu góðu sóknarfrákasti, Fjölnismenn, og kláruðu þetta. Það var dýrt, mjög dýrt. Og er tíminn að renna út frá okkur, þannig að það er... Nú þurfum við að fá, til dæmis eins og einhverjar auðveldar körfur. Já, vel gert. Vel gert. Fín hérna, svona fínt pick and roll. Þannig að það verður Róbert að fá 5. villuna sína. Það er mjög ósátt við þetta. Já, og það er leiklega. Þetta var mikilvæg karfa. Mjög mikilvæg karfa. Hann verður að setja víti á henni, þá er auðvitað tveggja. Já, þriggja svo. Já. Tveggja ef hann setur vítið. Þá upp á það að jafna. Já, meina 60 og þá. Það getur allt gerst í þessu. Það er nefnilega það sem að gerir körfuboltann að svona stórkostlegri íþrótt. Já. 7 stig, 2 mínútur, þetta er allt hægt. 2 snöggir fristar, þá er þetta komið. Já. Þetta er nefnilega málið. Menn hafa nú séð meiri mun á skemmri tíma og snúið hérna þessu við, sko. Nú er spurning hvað hérna, það er oft svona stundum þegar menn koma svona úr leikhléi eins og Falur, eða var ekki Vestri sem tók leikhléi? Jú. Já. Kannski setur Falur upp svæðisvörn í eina vörn eða eitthvað svoleiðis, bara þess að rugla það aðeins í rýminu. Næsta vörn verður svæðisvörn og farið svo í maður og mann aftur eitthvað. Það er svona taktík sem er oft notuð. Við sjáum til hvernig þetta þróast. Það er slikka á vítinu. Þetta er svo dýrt. 7 stiga munur og nú taka þeir þetta langa sókn, nota tímann. Það er skynsamlegast í stöðunni á þeim. Og þetta held ég því miður að sé naglinn í kistuna, sko. Það þarf mikið að gerast. Við þurfum að fá mjög fljót þriggjastafaskot núna til þess að hérna, eða... Hann þarf að sækja fljót. Hlutinni þurfa að gerast mjög hratt núna og nú þurfa það eiginlega bara að pressa. Nú myndi maður telja gáfulegt að setja meiri pressa á boltan allan völlinn og bara taka áhættur. Verða að gera það. Skrín, endalaust skrín sem er bara skynsamlegt og þeir eru bara að gera þetta mjög skynsamlega. Þeir eru að nýta klukkuna og fá svo opið skot og setja hann onni. Þetta er bara eins skynsamlegt og hægt að gera það í þessari stöðu. En núna verðum við líka að flýta okkur, sko, ef við ætlum að reyna eitthvað. Við getum ekki tekið svona langa tíma í þetta. Því miður. Þetta er að fjara út hjá okkur. Já, þetta er ekki að gera sig. Nú taka Fjölnismenn bara langa svo. Já, sjálfsögðu. Mjög skynsamlegt. Klára bara þess að láta hana bara renna út skotklukuna. Þetta er allt auðvelt. Já, gott frákast í Huga. Nei, þetta er kæruleysi. Leikurinn er búinn.
Já. Æja, þannig fór sjóferð þá. Sjóferð þá, já. En Fjölnismenn eiga hróskilið, þeir... Já, ég meina þeir spiluðu bara að mínum að þetta aðeins sterkari vörn. Já. Vissu svona nokkurn veginn hvar okkar styrkleikar liggja. Tóku þarna gott rönn í leiklutunum. Og voru að hitta þriggjastagsskotunum bara mjög vel. Kláruðu það bara, og kláruðu þennan leik bara sómasamlega. Það bara ótt að segja það. Hörðu, við ekki bara þakka fyrir okkur? Jú, ég held það bara. Takk fyrir. Já, takk fyrir okkur.